Þau eru sest hjá mér hérna Lára Músdóttir og Eiríkur Stefánsson. Lára, þú ert búin að skrifa bók sem heitir Hagsýn og hamingja. Og þetta er bókin sem fjallar það hvernig maður eigi að vera glaður í kreppunni og takast á við erfiðleikana með bros og vör. Og það stendur hérna uppbyggjandi upplýsandi og jákvæð bók handa þeim sem þurfa að draga saman seglin. Nú þykir sjálfsagt flestum mjög leiðinlegt að draga saman seglin, en þú segir að það sé hægt að gera það með gleði í hjarta og bros og vör. Já, algjörlega, það er alveg hægt. Ég hef prófað það sjálf og við fórum gegnum mikla fjárhagserfiðleika hjónin 2001 eða 2002 og það er bara vel hægt og það var það sem ég langaði svona að koma á framfæri við þjóðina að því nú veit ég að það eru margir í þeim sporum og ég var svo heppin að hafa prófað þetta áður en kreppan kom núna þannig að ég hafði einhverja miðla fannst mér að þess vegna ákvað ég að skrifa þessa bók. Og hvað ertu svona, hvernig presenteruðu þetta fyrir fólki? Ertu með beinlínis með sparnaðaráð, ertu bara að segja okkur að vera glöð? Sko, nei, bókin hún er eiginlega, ég flétta saman praktísk ráð hvernig þú dregur saman seglin og hvernig þú getur gert það þannig að þú eigir afgang til þess að gera eitthvað skemmtilegt líka. Og svo bendi ég á alls konar leiðir til þess að gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldu og vinum án þess að kosti mikinn pening. Ég tek allt fyrir frá sumarfríi og upp í niður bara göngutúra skilurðu. Þannig að ég er með alls konar leiðir af því hvernig það er að skemmta sér fyrir lítinn pening. Og svo náttúrulega praktísk ráð bæði hvernig þú stýrir heimilinu, fjárhagsáætluninni þinni, innkaupum, hvernig þú leggur fyrir því sem þú ætlar að gera síðar meir. Og annað þvílíkt og svo náttúrulega líka alls konar ráð eins og í matargerð, hvað þú getur gert þess að drýja matinn. Ok, á þess að setja sag í hann. Já, nákvæmlega. Það er svona, ég hef aldrei þurft að setja sag hjá mér í matinn. Grjábörg. En þetta er þú ert náttúrulega, þú ert komin úr mjög stórri fjölskyldu eins og frægt er, Ómars Ragnarssonar og þú átt sjálf 5 börn og mann og þið mistu bæði vinnuna á sínum tíma og voruð að basla. Já, við erum búin að basla í mörg ár, fjárhagslega og það. En samt sem áður, hefur okkur tekist að gera margt skemmtilegt og með ákveðinni hagsýni þá og ráðdeild og hvernig maður svona skipulegg og segir þetta snýst allt um það að ákveði rauninni í hvað peningarnir þín ætla, hvað ætlar að nota þá í. Og ég bara ákveða strax í byrjun hvers einasta mánaðar nákvæmlega hvað ég ætla að eyða peningunum í og restin eyði ég þá bara í eitthvað sem okkur langar til að gera eða afgangur. Það er voðalega leiðinlegt til þess að þurfa kannski bara að borga og mega aldrei gera neitt skemmtilegt. Það er nákvæmlega sem ég er að segja. Og það er náttúrulega svo skelfilega niðurdrifandi. Við megum ekki, það er lykilatriði finnst mér, við megum ekki gleyma því sem er í rauninni mikilvægt í lífinu. Það er alls ekki peningar nefnilega. Það er fólki í kringum okkur og fjölskyldan og ef við gefum okkur tíma í hana og gefum okkur smá gleði og köstum frá okkur hvað heitir það sem ótta við álit annara þá verður allt svo miklu skemmtilegra. Syngjum í búðinni og dönsum út á götu. Ástkærleikur mikið. Algjörlega. Það er bara málið. Það er mjög mikilvægt. Það ekki hægt að gera og lítið úr. En það er, svo þú tekir líka fyrir í bókinni eins og með atvinnuleit og hvernig sjálfstyrking, hvernig þú getur styrt sjálfa þig og fundið hvað það er sem þið langar til að gera. Og ég sé tækifæri í atvinnuleysi, sjálf sá ég tækifæri því, þá gat ég sest niður, gaf mér tíma til þess að hugsa hvað er það sem mig langar til að gera. Því mörg eru að vinna bara við eitthvað sem okkur langar ekkert að vera að gera. En þetta sem bókin kemur í búðirnar núna í vikunni? Já, hún kemur á þriðjudaginn. Ok, til hamingju með hana. Eiríkur, ég ætla að tala með þig um allt annan hluti þig. Það eru miklar deilur í samfélaginu núna þessa svokölluðu fyrningarleið sem að ríkisstjórnin virðist ætla að fara og má segja að hér sé í gangi mjög heiftúðugt áróðustríð og líklega á það eftir að harðna enn. Hvað segirðu þetta? Það verður aldrei friður á réttlætis. Það er ljóst. Í þessu kvótakerfi ríkir þvílíkt ranglæti, þvílíkt óréttlæti að þetta er ránsfengur, þetta er glæpamennska, þetta er skipulagt með sama hætti og einkavæðingin í Rússlandi var skipulögð af mönnum Jeltsins, þar sem olígarkarnir fengu í gegnum pólitísk áhrif og völd ákveðna stjórnmálamanna að hirða upp allar auðlindir þjóðarinnar, flytja milljarða ofan á milljarða dollara til annarra landa. Þetta er alveg nákvæmlega sama og íslensku útgerðargarkarnir hafa verið að gera. Þeir hafa verið að selja kvóta. Ég er hér með
þegar að Samherjafrændin hætti í útgerð, þá selur hann kvótann fyrir 10 árum fyrir 3 milljarða króna fyrir 10 árum síðan. Já, 3 milljarða króna. 3 milljarða króna, hvað er það sé í dag? Og hann var að selja kvóta. Hann var ekki að selja neitt hlut í fyrirtækinu. Það var engin verðmæti sem lá í neina öðrum kvótanum. Það kom í fjölmiðlum daginn stæðsti skilnaður sögunar. Þá var Samherja forstjórinn Már að skilja við konu sína. Dýrasti skilnaður sögunar. Akkur skildi það hafa verið dýrasti skilnaður sögunar? Akkur átt að skipta fiski í sjó óvittum á milli þeirra hjóna? Þessir menn, þeir hafa stundað þetta með hjálp stjórnmálamanna, gjörspilltra stjórnmálamanna sem að eiga megin sökin á hruninn í dag uppafið kvótakerfið. Þegar að milljarðar og hundruð milljarðar króna var dælt inn í hagkerfið á Íslandi, þegar bankarnir byggu til verð á fisk, óveittan fisk í sjóð, 1000 krónur, 2000 krónur, 3000 krónur og upp í 4500 krónur. Svo var þetta veðsitja allt í... Þetta veðsitja. Þeir keyptu sér þyrlur, þeir keyptu sér bílaumboð upp á landi, þeir fóru með peningana út og letu borga sér í erlendu gjaldeyri og aldrei kom peningurinn til landsins. Þetta eru svo miklir óþokkar, þessir menn, að stunda svona vinnubröð fyrir framan okkur, þeir brjóta öll lög, þeir svívirða lögin eignarréttin. Eignarrétturinn er friðhelgur. Lögin segja nytjastofnar Íslandsmiðir með sameign þjóðarinnar. Þetta er svívirt. Þeir setja kvótans inn, þeir eggfæra hann inn í reikningana sína, ársreikningana. Þeir eggfæra kvótan. Þeir telja hann að svíverða sína. Já, en það stendur í lögum að þessi sameign þjóðarinnar. Þeir eggfæra annarra manna inn í kvótans, inn í hérna fyrirtæki sín. Markmið laga þessar er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu fiskistofna og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. En eitt af því sem er sagt er í þessu sambandi að þeir hafi, flestir þeir sem séu með kvóta núna, þeir hafi keypt hann. Það skiptir ekki máli. Ég keypti hlutabréf í Díkót og ég tapaði öllu sem ég átti í því. Það var enginn sem borgaði það fyrir mig. Þeir eru að taka áhættu með því að kaupa kvóta. Kvótanum er úthlutað bara til 1 árs í senn. 1. september ár hvert kemur úthlutun og þeir vita það að þeir eru að taka áhættu með því að kaupa kvótan á öðru manni. Því það er ekkert sem segir í lögunum að kvótakerfið verði endalaust. Þannig þeir eru að taka áhættu með þessu. En nú erum við að tala þetta, svo náttúrulega þetta leigukerfi sem hefur verið í gangi, að stór hluti sjómanna hefur verið í eitthvað svona leiguliðakerfi. Þessi frjálshyggjumenn þetta eru meira og minna frjálshyggjumenn sem eiga kvótann allan. Þetta eru menn sem eru sófakommunistar. Þeir liggja við sófa, hingað og þangað á veröldina og hafa lögfræðinga upp á Íslandi sem leigja fyrir þessi kvótann. Þeir nenna ekki að róa sjálfir og mega leigja kvótann. Þeir mega leigja 50% beinni leigu og svo til þess að leigja hinn 50% þá leigja skipi útgerðum allt saman í einu. Þannig að þið geta leigt allt? Þeir leigja allt. Þeir fara ekki að sjóðu sem en það eru náttúrulega sumir sem er að veiða sumar útgerðir og ágætar og veiða sitt. Þú verður að breyta þessu, þú getur ekki látið þetta viðgangast. Ég ætla að líka þessu Egill við það að á síðasta ári þá samþykktu Sameinuðu þjóðirnar og Alþjóðabankinn að þau myndu setja reglur og koma á fót eftirlitskerfi til að hjálpa þjóðum að endurheimta fé sem spilti stjórnmálamenn, embættismenn og kaupsýslumenn rændu úr sjóðum og auðlindum almennings og fluttu úr landi. Lætu nærri að jafnvirði 2600 milljarðar króna hverju úr opinberum sjóðum ár hvert, mest af þessum ránsfeng, þetta er kallað ránsfengur af Sameinuðu þjóðunum, er lagt inn á banka erlendis þar sem hinir spiltu forystumenn geta gengið á honum þegar þeir setjast í helgan stein. En nú skulum við koma stöðinu núna, það er verið að tala þessa fyrningarleið. Útgerðarnar eru stórskuldugar, misjafnlega þó, en það er í gangi, eins og ég segi, mikið áróðustríð. Já, útgerðarmenn ráðast inn í lýðræðislega kjörna sveitarstjórnir, þeir ráðast inn í verkalýðshreyfinguna, þeir ráðast inn í fyrirtækin og reyna að fá fólki til að hjálpa sér að halda utan um þennan ránsfeng. Ég vona að enginn láti blekkjast að þessum áróðri þeirra, það verður veiddur fiskur í sjó þó að kvótakerfinu verði breytt. Og Árni Jónsson sagði, fyrir ekki löngu síðan, í viðtali, það verður að skera neðan af skuldum útgerðarinnar, útgerðin getur hvort sem er aldrei borgað þetta upp, sagði hann. Hann var að segja þar á með að útgerðin væri á hausnum. Og akkur er hún á hausnum og er hún svona vel rekin. Og ef hann er á haustum þá verður það ríki sem maður þarf að taka við því að það eru ríkisbankar hérna á Íslandi, hver einasti banki er ríkisbanki. Og væri þá ekki rétt að skoða það að ríki tæki bara strax yfir alla útgerðina sem er nálægt í á haustum og menn fara á haustin síðar og búið til nýtt kerfi þegar í stað. Já, og að það ríki fara þá að leiða þetta út. Já, ég hef sagt það að það væri mjög fróðlegt að sjá, það reiknað út ef að kvótin er tekið með einu pennastriki á einu degi af þeim og skuldirnar allar með og ríkið þá er með allar skuldirnar á sér og ríkið færi síðan í leigja út kvótan á 50-60 krónur kílóið, útgerðarmenn gátu leitt kvótan á 200 krónur, þá getur ríkið hugsanlega leitt hann á 50-60 krónur kílóið og þá verður útgerðin skuldlaus eða skuldlítil og ríkið náttúrulega skuldaði en á 15-20 árum getur ríkið borga allar skuldirnar upp. Sem taka kvótan og skuldirnar með. Þetta er ein leið.
Þetta reikna út. En heldur ekki að þetta, að þú og þeir sem eru andstæðingar kvótakerfisins tapið þessu óróðustríði? Nei, Egill. 85% þjóðarinnar í skoðanakönnunum eru á móti kvótakerfinu. Það er ekki hægt að tapa áróðustríðinu ef þú rýst upp, ef að almenningur rís upp. Nú ríður á fjölmiðla fjórða valdinu að það standi með okkur. Það vita það allir og þið bæði hérna við borðið, þetta er óréttlátt. Þetta gengur ekki lengur. Að ríkið úthlutar náttúruauðlind ókeypis til þín og þú snýrð þér að mér og leigir mér hana. Akkur leigir líki mér ekki bara beint. Akkur er það úthlutað þér fyrst og leigja mér svo. Eskja var að leigja kvóta fyrir 600 milljónir á síðust ári. Akkur var hann úthlutað þeim kvóta sem þeir þurftu að leigja. Akkur var ekki einhverjum öðrum úthlutað. Akkur gat til dæmis sonur Alla ríka sem hafði varla dýft putta í kalt vatn í lífinu. Akkur var honum réttar 4.500 milljónir og bróður hans til þess að fara til Englands með það og marka þar út úr fyrirtækinu sem þurftu síðan að loka og hætta allri fiskvinnslu. Allri fiskvinnslu á Eskifirði var hætta því að fyrirtækið sem þurftu að borga þessum 2 mönnum 4,5 milljarða gat ekki rekið sér lengur í bólfiskvinnslu og hætta henni. En þeir segja allt hrynji, að útgerðin hrynji, sjávarútvegurinn hrynji ef þetta verði. Þeir segja þegar að hún sé orðið þann skuldsett að helmingurinn hennar geti aldrei borgað skuldir sínar. Hinn helmingurinn geti það. En þeir verða bara að þola það að það stendur í lögunum að úthlutun veiðiheimilda myndar ekki varanlegan eignarrétt. Við verðum að taka þetta af þeim. Það er ekkert sem heitir með það. Í Rússlandi þá er Jeltsín, þá er hérna segir Pútín að taka auðlindirnar af þessum auðkefingum sem fengu þau fyrir ekki neitt. Þegar vitið það að við getum aldrei horft upp á það þegar ég börn. Hvernig liðið sér það eiginlega að sonur þinn var að leika sig með sinni annars manns í næsta húsi og sonur hans tekur við 5.000 tonnum af þorski í sjó og lifir með silfurskeiði í munni að þinn sonur þarf að byrja bara að berjast upp úr engu kannski. Þetta er ekki réttlæti. Við þurfum að klára þetta, Eiríkur. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Það er alltaf að hörð barátta hér framundan. Við ætlum að heyra eftir smá hlýja í manni sem heitir Paul Bennett, ofurhönnuður frá Englandi.